UTIS skammstöfun á upplýsingatækni í skólastarfi og árleg ráðstefna fyrir kennara. Undanfarin ár hefur ráðstefnan verið haldin á Sauðárkróki en í ár hún haldin í netheimum og nefnist þá UTIS Online. Komið sæl og velkomin á UTIS Online. Yngvi Hrannar Ómarsson hugmyndasmiðurinn á bak við verkefnið. Núna erum við komin á online, við erum á netinu og þá tækifæri fyrir þessa sem hafa komið á krókinn undanfarin 5 ár að virkja sína með sér og það hefur svo sannarlega virkað þar sem við erum með, eins og segi, 80 þátttökupartí og það verið að horfa á líklega í 150 stofnunum og skólum núna á þessa ráðstefnu. Þannig að það eitthvað að gerast. Hvernig kom þessi hugmynd til upphaflega að starta þessu? Eins og ég segi, við vorum á þessum tíma 2014-15, það var menntaspjall á Twitter sem og ennþá, sem er millumerki þar. Þannig að fólk sem ætlaði að skrifa menntamál, þau einfaldlega settu millumerki menntaspjall inn og voru að deila því sem voru að gera og spurja ráð. Og þetta var vaxandi hópur, ég stýrði þessu spjalli á Tryggva Þægir hjá Háskóla Íslands í 4 ár eða 5 ár, annað hvern sunnudag. Og þetta var orðið svona einhvern veginn hópur sem var alltaf að hittast og spjalla og þá bara, hvað getum við gert? Við verðum eiginlega bara að hittast, ef ekki bara að því að það annað að hittast í sko raunheimum heldur en bara á neti, þannig að þá náðum við svona að tengja einhver andlit við myndirnar og Twitter-prófælana, sko. Þannig að þetta bara orðið að svona stóru samfélagi núna í raun. Þeir sem spyrja spurninga, sá sem spyr bestu spurningarnir fyrir Andreu Strútin fær bók Denise Pope, Doing School. Sá sem spyr bestu spurninguna til Ken Shelton fær bókina Keep Going. Þetta svona bara rafræn ráðstefna og sem nú mjög viðeigandi fyrir svona UTIS viðfangsefni og það verður ýmislegt pröfa sem hefur heldur bara ekki verið pröfa áður eins og svona rafræn ráðstefnu höll sem mjög spennandi. Það með þess að bar þar og fólk að hittast svona í litlum herbergjum og spjalla saman fyrirlestrana og kynnast rafrænt. Þannig að það margt svona nýtt í þessu og fyrir utan náttúrulega geggjaða fyrirlesara, 15 geggjaða fyrirlesara. Já, það eru ekki þá bara upplýsingar sem fólk getur verið að sækja sér. Það getur líka kannski verið að stofna til vinskapar og tengsla við kennara allstaðar annars staðar á landinu. Algjörlega og þetta svona bara einn nýr þáttur sem að Yngvi Hrannar kemur með inn einmitt í þeim tilgangi því að ég held að enginn hafi lyft öðruvísi grettistaki í því að bæði endurmennta kennara og efla þá og svona samstöðu þeirra að skiptast á verkefnum og fá þennan þekkingu frá hverju öðrum eins og hann hefur gert síðust ár. Kennslufræðin alltaf númer 1 en hvernig við getum aðlaða námsefnið okkar og sköpun og komið á móts við einstaklingsmiðað nám með upplýsingatækni, þar eru möguleikarnir alveg endalausir. Ég myndi segja að svona 80% af fólkinu grunnskólakennarar en það eru þarna leikskólakennarar sem hafa mætt og framhaldsskólakennarar, háskólakennarar, þeir sem eru náms- og starfsráðgjafar, fólk í símenntunarstöðum og þú veist, það hefur verið en ég myndi segja svona 80% eitthvað svoleiðis eru grunnskólakennarar og svo reynum við að hafa það þannig að það eru það bil helmingur karlmenn, helmingur konur og við gerum það líka með fyrirlesara, að við reynum að skipta því bara eiginlega nokkuð jafnt. Ég hlakka rosalega mikið til að sjá afraksturinn og hvernig þetta mun enda vegna þess að ég alveg viss að þetta bara verði framtíðin. Þetta einfaldara og þægilegra og það ekki ferðalög þannig að það geta allir tekið þátt og ég held að þetta sé komið til að vera. Það ekki spurning. Sko þetta allt erlendi fyrirlesarar, þetta eru 17 fyrirlesarar og 15 fyrirlestrar þannig að það eru 3 í einum á einum stað. En þetta eru allt, fólk sem ég hef bara hitt í gegnum mína vinnu bæði, innlendis og hafa komið á UTIS og verið með vinnustofur á fyrri árum. En líka fólk sem ég kynntist í námi núna, ég var að flytja tilbaka frá Bandaríkjunum og þá kynntist ég nokkrum af þeim og svona þekki það og hef verið að lesa bækur og tíst eftir sum af þeim og þá það bara, þá sem ég þekkti ekki fyrir þekki ég núna og maður hefur bara samband og spyr hvort það hefur áhuga á að taka þátt í ráðstefnu á Íslandi og á neti og fólk til í það og svo kannski gulrót að þið fá að koma til Íslands á næsta ári einhver af þeim, það getur vel verið. Þannig að Já, vonandi. Hvernig þetta væntanlega svakalega mikill undirbúningur sem fylgir svona viðburði? Já, ég myndi segja að þetta hefði verið svona undirbúningur frá því að UTIS 2019 endaði í nóvember. Þá byrja maður og reyndar fyrr að plana fyrirlesara
Þannig að það er töluverð margir tímar í því og göngutúrar og svefnlausar nætur og þegar maður vaknar og dettur eitthvað í hug og skrifar það og niður og er svo að lesa bækur og bara og mæta á ráðstundur. Ég fór á fullt af netráðstundum núna undanfarið hálfa árið bara til þess að sjá hvernig getum við gert þetta sem best og hvernig þetta sem einfaldast fyrir fólk að koma inn og þannig að vonandi það að virka. En þetta svo sannarlega mikill undirbúningur en búið að vera gaman og gott fólk með manni þannig að það alltaf skemmtilegt. Hvernig undirbúningsvinnan búin að vera? Hún bara búin að vera skemmtileg. Við erum búin að vera hérna að hittast og henda fram hugmyndum og prófa ýmsa hluti og sjá hvað virkar og virkar ekki og þetta alltaf rosalega gefandi og við lærum opaslega mikið af þessu og eins og ég segi, við erum vonandi búin að gera þetta þannig að þetta að renna vel í gegn. Hefurðu njósnað eitthvað, eru kennarar í Giljaskóla, þínum skóla, ætla þeir að taka þátt? Já, að sjálfsögðu, við erum með góðan hóp sem ætlar að hittast og horfa saman og nýta sér þetta tækifæri til endurmenntunar. Eru þau spennt fyrir þessu? Já, svakalega. Það er ekki búið að tala annað og svo fengum við umslögin í hendurnar og súkkulaðið og teið og allt og þetta mikil spenna. Heyrðu, það ekki bara hérna inni, það ekki bara þessi stjórnstöð, það nefnilega líka inn í myndveri ýmislegt í gangi. Heldur getum hitt á hann Kára, tæknistjóra, okkar hérna á N4. Kári, ég nokkuð að trufla þig? Nei. Hvað þú að gera hérna? Ég að stjórna streyminu. Við sendum beint út af kynningum hjá Yngva og í rauninni verðum að streyma allar ráðstefnuna. Svona svo að fólk geti haft svona heimastað eða svoleiðis á meðan það horfir á ráðstefnuna. Þannig að hann Yngvi í rauninni kynnir inn hvern fyrirlestur og þú stjórnar í rauninni útsendingunni til ráðstefnu gesta. Já, þetta í rauninni gert bara á svipaðan hátt þegar við tökum upp þætti í stúdíónu okkar. Það þá bara að klippa á milli mismunandi myndavéla og svo get ég sett grafík yfir og svoleiðis. Og sendi svo bara í fartöluna sem sér svo að streyma þessu beint fyrir ráðstefnuna. Það eru rosalega margir takkar hérna inni. Ég fegin að ég þarf ekki að sitja hérna. Ertu nokkuð stressaður eitthvað? Nei, það er aldrei auðvelt að gera neitt beint. Maður má ekki gera neitt mistök, eins og maður segja, en nei, þú veist. Þá gott að þú ert með stáltögar. Já. Má ég kíkja aðeins inn í myndverið? Já. Nú ætlum við aðeins að kíkja inn í myndverið. Þetta hérna sem sagt myndver okkar hérna á N4. Hérna tökum við upp þættin okkar í stúdíói. Hérna mun hann Yngvi standa, kynna inn fyrirlestrana. Hann með alls konar skemmtilegt dót. Ég þori nú alla að snerta þetta. Það te og alls konar. Þetta verður spennandi. Við ætlum að fá að fylgjast aðeins með í dag. Vera svona fluga á vegg. Komið sæl og velkomin á dag 2 hér á Ötís Online og takk fyrir frábæran dag í gær. Verður einhvern í framtíðinni kannski bara allir heima hjá sér, hvort sem það á ráðstefnum eða í skólanum eða hvað? Vonandi ekki, segi ég, því að stóri hlutin af því að skólastarf, mikil hluti skóla náttúrulega og hlutverk þeirra að efla félagsleg tengsl og að við séum ekki bara á neti. Þannig að þess vegna kemur upp svo hugmyndið mitt að hafa þátttökupartí að fólk geti verið saman og sé að deila. Við erum með ráðstefnu höll á neti og það gaman en það ekki það sama. Þannig að við viljum reyna að blanda þessu og það svona kannski markmið í mörgu og ég meina eins og tækni skólastarfi ekki að tæknin taki yfir heldur en hún komi inn sem verkfæri sem við getum notað til þess að efla það sem við gerum nú þegar í skóla. Ég vona að þið eigið frábæra helgi sem eftir og frábært skólaár við allavega kveðjum hérna og takk fyrir samveruna.